velkomin. Þakka þér fyrir. Og myndi ekki segja hvað þú ert og frá hverjum þú ert? Já, ég heiti Þorgerður Katrín og ég Gunnarsdóttir og ég formaður Viðreisnar og ég kem úr Hafnarfirði. Já, velkomin. Takk, kærlega. Við erum með 5 spurningar. Já. Og við okkur láta forvitna hvað þið viljið gera. Það er búin að lofa okkur því að lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Það átti að lögfesta samninginn árið 2019. Hvert lengi þurfum við að bíða í viðbót? Af hverju málefni fatlaðra alltaf sett á bið? Já, þið þurfum ekki að bíða. Ef að Viðreisn kemst í ríkisstjórn, þá var eitt okkar fyrsta verkefni, og ég sagði það meðal annars í ræðu daginn á landsþinginu, þannig að það er til á upptöku, að eitt okkar allra fyrsta verkefni í ríkisstjórn að lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna við fatlað fólk. Þetta algjört lykilatriði og það bara pólitískan vilja. Og við höfum verið allt kjörtímabilið núna síðustu 4 ár að spurja ríkisstjórnina og meðal annars dómsmálaráðherra og þau hafa ekki viljað klára þetta. Og það er rosalega sorglegt að finna það að það er til flokka sem að vilja ekki klára þetta mál. Við hins vegar ef við komast í ríkisstjórn, ef að Viðreisn kemst í ríkisstjórn, þá verður þetta eitt okkar allra fyrstu verk. Mun þinn flokkur beita sér fyrir því að stofna mannréttindastofnun því okkur hefur verið sagt að ekki sé hægt að löggilda samning Sameinuðu þjóðanna fyrir en það er búið að stofna mannréttindastofnun? Já, við munum gera allt til þess að við getum klárað að lögfesta samninginn. Ef að það þarf mannréttindastofnun eða eitthvað svipað tæki, þá munum við fara í það. Lykilatriði að klára að lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna við fatlað fólk og við munum gera allt til þess og fá til þess aðra og knýja, bara ýta á hina flokkana sem að verða með okkur í ríkisstjórn og segja nú bara gengur þetta ekki lengur, nú ætlum við að klára þetta. Já. Hvernig ætlar flokkurinn þinn að reyna að auka möguleika og búa til tækifæri fyrir fatlaðra til að vinna á almennum vinnumarkaði? Já, við ætlum að annars vegar, ef við ætlum að út í almennu vinnumarkaði, þá ætlum við að ýta undir það að fyrirtækin opni fyrirtæki sín, vinnustaðina, með því að hvetja þau með meðal annars skattamálum og fleira til þess að þau opni vinnustaðina þannig að vinnustaðina verði fyrir alla og samfélagi verði þá þannig fyrir alla. Og það ætlum við að gera í samvinnu við vinnumarkaðinn þannig að þau geti opnað vinnustöðina og skapa störf sem að geta verið alls konar störf fyrir fólkið okkar, en síðan ætlum við líka að gera hitt og það getum við þegar við erum í ríkisstjórn, að þrýsta á hið opinbera, það er að segja ríki og sveitarfélög, að búa til störf inn í ráðuneytunum eða inn í stofnunum sem að opna fyrir fatlað fólk til þess að vinna, hvort sem að það er klukkutíma á dag í ákveðnum verkefnum eða yfir í bara heilsdags störf alveg. Við þurfum og getum gert þetta innan ríkisins og við myndum forgangsraða nákvæmlega í þá veru. Hvernig myndu þið vilja bæta aðgengumál í samfélaginu, félaginu? Já, við þurfum að opna samfélagið meira. Við þurfum að gera það meðal annars að þegar við vorum að tala um vinnustæðuna á þann, við þurfum að gera það með því að auka tækifærin á vinnumarkaði. Og við þurfum að opna þetta líka í gegnum skólakerfið. Við þurfum að gera það líka. Ég á stelpu, frábæra stelpu sem er fötluð og hún er í Fjölbraut í Breiðholti, í frábæru skóla þar. En þú veist, hvað gerist svo þegar hún er búin í skólanum? Þú veist, hefur hún leiðir til, getur hún haldið áfram í skóla eða getur hún fengið starf út á vinnumarkaðnum? Það er ekkert mikið að vera. Þannig að við þurfum að búa til samfélagi sem er opið fyrir alla, ekki bara suma, heldur fyrir alla einstaklinga og ég á ekki að þurfa að hafa áhyggjur af því að stelpan mín fá ekki vinnu eða komast ekki í nám. Bara samfélagi á að vera þannig að það sé opið fyrir alla. Hvernig ætlar flokkurinn þinn að auka við fjölbreytni í námi og fyrir fatlaða? Með því að skólarnir sjálfir geti tekið á móti öllu þeir sem að þeir vilja. Það þarf að passa upp á skólarnir sem er nægilega mikið fjármagn og peninga til þess að opna sig.
Ég veit það að það eru sumum það verið að gera frábærstarfi í mjög mörgum skólum en ég veit að líka stundum vantar pening fyrir þá til þess að vera alveg opnir fyrir þá sem að þurfa til þess að fara á starfsbraut. Það er ekki allir sem komast á starfsbrautuna til dæmis ef við tökum það sem dæmi og það finnst mér glatað. Mér finnst það bara ekki gangu upp. Þannig að ráðherra, menntamálaráðherra hverju sinni, hann þarf að passa upp á að skólarnir geti verið opnir fyrir alla. Svo þurfum við að passa upp á að valfrelsi sé þannig að krakkarnir okkar finni sig í skólakerfinu og talandi stelpuna mína, þá var hún til dæmis í Lækjarskóla heima í Hafnarfirði fram í 7. bekk og það gekk mjög vel en svo bara passaði sá skóla ekki lengur. Og þá komst hún í Klettaskóla, þá vildi hún fara í Klettaskóla og sem var frábær skóli, þú þekkir hann kannski en hann er frábær skóli. Og hefur stutt mjög mikið við hann og svo er hún komin núna í Fjölbraut í Breiðholti. En það skiptir mestu máli að það sé skólakerfi sem að henta hverjum einum. Kannski passaði þetta fyrir mína stelpu, en það passaði eitthvað annað fyrir aðra. Og þá verðum við bara að passa upp á að þetta sé opið, að það sé boðið upp á leiðir sem að henta öllum. Og það sé passað upp á að setja peningar í kerfinu til þess að bæði skólarnir og fólki geti valið þessa leið. Já. Þannig að opið samfélag fyrir alla. Já. Ég ætla bara að segja takk fyrir komuna og við sjáum hvernig það verður dögum hjá ykkur. Já, þakka þér fyrir, frábært að fá að koma og takk fyrir frábæra spurningar, mjög mikilvæga spurningar. Já. Takk fyrir.